Lýður Árnason, gjör svo vel. Já, kæru vinir, þessi þriðja grein var þetta framsal. Ég held að hún sé býsna góð að því leyti að eins og staðan í dag, þá það 2 þing sem þurfa að samþykja meiriháttar mál eins og til dæmis ESB. Þetta ákvæði gerir það verkum að nú 1 þing og 1 þjóð. Og ég held að það sé mjög ástæðanlegt fyrir öll sjónarmið. Svo var þetta breytingartillögu Silju Báru. Ég vil nú segja það að ég held ég ekki svo sem meira eða minni friðarsinni heldur en Silja Bára. En við lendum svolítið alltaf í því horni, í Kringlóttu herbergi, að við erum í hernaðarbandalagi og það gerir það verkum að það náttúrulega ekki rétt af okkur að taka þátt í alþjóðlegu samstarfi og vilja ekki leggja neitt að mörkum, en þegar á okkur ráðist þá eigum við að þiggja allt. Og þetta vandamáli og þess vegna finnst mér miklu betri kostur og enn kem ég þarna að nefndinni að það vera ákveðin frumkvæðisréttur meðal þjóðarinnar til þess að færa mál í þjóðaratkvæði, meðal annars þátttöku okkar í NATO. Og ef að þjóðin hafnar því að vera í NATO, þá eru náttúrulega komið alveg uppblaðan akur fyrir frábært friðarákvæði og hlutleysisákvæði í stjórnarskrá. En með að vera í NATO finnst mér þetta mjög allavega erfiður skafl að fara í gegnum. Og hins vegar eitt sem ég finnst við gætum gert og það að lýsa Ísland kjarnorkulaust svæði. Takk.